þarna erum við að ræða bara gögn sem að lögreglan hefur, sem að hún hefur fengið í gegnum tölvu sem að var haldlögð hjá mér. Þessi tölva geymdi samskipta upplýsingar milli mín og sérstaks saksóknara. Hún geymdi tölvugögn sem að tengdust slitastjórnum Glitnis til dæmis og bara fyrirtækjum út allan bæ sko. Þetta sumarið 2011 og þarna erum við Grímur að ræða saman hvernig við getum framkvæmt þessa yfirheyrslu á sem þægilegastan máta. Svo ég segi hann líka frá þannig sem að hvort að yfirheyrslu hafa nú svona ekki svona fundi fyrir framan eins venjulega sko. Þess vegna ekki mjög venjulegt og við ég vildi gera þetta bara eins sko vel og hægt fyrir alla aðeins. En það kannski þýðir ekki það að ég bara treysta en ekki þú sko. Þannig að það þarf að finna eitthvað kompromís sem að telja þjóna sínu verkefni. Vitið sem sagt, það þarna á þessum tímapunkti hefur verið kærður fyrir gagnarleika frá Milestone. Já, ég sem sagt sko, ég kærði fyrir gagnarleika hjá Milestone í janúar eða febrúar 2010 og svo í framhaldi handtekinn fyrir það. Það mál ennþá til rannsóknar. Já, það. Ég var alltaf ekki fengið að því máli sé lokið en mér var tjáð það af embætti sérstaks saksóknara á sínum tíma að þetta mál yrði ekki að neinu. Ok, það eru haldlögð gögn eða tölvur frá þér. Já. Og í þessum tölvum eru upplýsingar eða fótsporum samskipti þín við sérstakan saksóknara áður eða hvað? Já. Og nema sko að þessi tölva sem þarna ræðir er haldlögð árið seinna sko. Og hún geymir samskipti mín við Jón Óttar, við Guðmund Hauk, við Krím sjálfan og í raun bara öll þau gögn sem ég var að vinna í á þessum tíma. Og eitthvað sem að sérstakur saksóknari vildi ekki að yrði gert opinbert? Ég held að Ólafur sérstakur saksóknari langi ekki sérstaklega að mín samskiptagögn við hans lögreglumenn séu gerð opinber sko, af því að þau sýna ekkert einhverja fallega mynd sko, þau sýna það hvernig lögreglumenn hjá embættinu fengu mig þá 17 ára gamlan til þess að afrita tölvukerfi fjárfestingarbanka, til þess að afrita tölvukerfi bara venjulegra fyrirtækja og slitastjórna og þar fram eftir götum sko. Ég bara meina skjalið sem þú ert að tala þegar ég útvegði mér nýjan kubb sem að tökum bara úr pakningur þá getum við vist að ég var að trúlega kubbaðir. Jú. Ok, þú sattu við það. Já. Þá var þessi opinberi aðili, rannsóknaraðili, sérstakur saksóknari að fá 17 ára strák út í bæ til þess að raun og veru brjótast inn hjá einkafyrirtækjum og afrita gögn. Já. Já. Og þetta hefur aldrei verið leyndamál sko. Þetta er ekki eitthvað leyndamál sem að ég hef geymt á samviskunni í 10-15 ár sko. Þetta en sem sagt þegar þú ert þarna þessi upptaka sem ég heyri þú ert að tala Grím, þá eru þið svona að sem sagt að ræða hvernig þið getur gert yfirheysluna þannig að þessi hlutir komi ekki fram með það. Já. Og eins og heyrist á upptökunni að Grímur segir að hann ekki bara að treysta mér heldur að ég þurfa að treysta honum líka og þannig að, og svo enda lögmaður minn þannig að hann blandast inn í þetta og segir að í gang sé að fara ykkur aðgerð og það verður nú að huga því að ég endi bara ekki í steininum klukkutíma seinna sko. Og en þennan dag þá varð engin yfirheyrsla og hún hefur svo sem ennþá dag í dag ekki átt stað en Grímur nefnir einmitt í þessari upptöku líka hvernig gögnin á tölvunni séu viðkvæm sérstakum og hvernig hann geti í raun tekið tölvuna og bara geymt hana hjá sérstakum og hann enda nefnir í upptökunni að hann kannski geti ekki gert það áratugi en allavega svona með hana til að lægja ykkur öldur sko. Málið eftir rannsóknar þér, þetta mál er þín mál meina ég og síðan ert þú með upplýsingar sem að var beint til ríkissaksóknara og hann beinir til embættisins hér orðandi þessar viðkvæmu upplýsingar sem ræðir og það er alveg ákvörðun að það sé skoðað hér
en svo þess heppilegt að ég geri það vegna sem ég á milli embættanna og síðan Þórður með mér hérna. Þannig að það svona aðeins að börjast í mér að ég sé ákveða það að rannsóknin sé ekki hér og fari með tölvuna. Ég hins vegar tel að ég geti tekið tölvuna og farið með hann og haft hana í mínum vörslum á einu embættinu. En hvort ég geti það alveg aldur og ævi en ef við ekki konum með ferðina, við myndum tala saman hérna í upptöku og svo þegar því lokið þú búin að tilbúin að lýsa þessu og hvað tölvunni og þá komið að því að og á þessum tíma einmitt sko þegar ég labba inn til sérstaks þá er ég 17 ára og eða hvort ég hafi verið að verða 17 eða ég var þessi 16-17 tímabili og það er einmitt það fyrsta sem að Grímur bara segir sko, hann má eiga það, hann sagði það hérna, að þetta væri bara skelfilegt af því að þeir gæti í raun ekki tala um mig að því ég væri barn í skilningi laga og þeir í raun samkvæmt lögum þyrftu að hringja í foreldra mín og láta þau vita hvað væri í gangi. Já. Og eins góður og foreldra mínir eru þá hafa þau aldrei vitað nákvæmlega hvað var í gangi og vissu það ekkert á þessum tíma. Lögreglan lét ekki foreldræðin að vita? Nei, eftir klukkustunda viðræður að ég gerði þá bara kröfu að ef við ætlum að halda þessu spjalli áfram að það er ekki hringt í foreldra mína og það var ekki gert sko. Og svo hefst þessi atburðarás þar sem að ég flakka á milli og afrita tölvukerfi og gagnakerfi og afhendi þau oftast á vitapar því ég er búin í skólanum. Starfsmanni sérstaks saksóknara þá eða? Já, lögreglumanni, Gunnarsinni. Já. Og það er mikið talað um þetta mitt núna sko að þeir voru kærðir fyrir í raun og veru að vera að starfa fyrir slitastjórnir á sama tíma og þau störfuðu og hafa lekið gögnum frá sérstökum saksóknara til slitastjórna. En eins og Jón Óttar hefur greint frá sjálfur að þá hafi það verið svolítið að vera að henda þeim undir rútuna því að þetta var viðtekin starfsvenja eða sérstökum saksóknari var alveg með samþykki þeirra að slitastjórnir voru að komast í gögn frá sérstökum. Heldur sérstökum saksóknari hafi leyft slitastjórnum og enga fyrirtækjum í raun og veru að hafa aðgengi að gögnum hugsanlega sakborninga? Fyrir mér horfir þetta bara mjög einfalt sko. Ef hann vissi það ekki þá er hann vanhæfur. Ef hann vissi það þá er hann samt vanhæfur af því að ef hann vissi hvað var í gangi að leyfa hér lögreglumönnum sem að hafa handtökuvald og rannsóknarheimildir til þess að vinna á sama tíma fyrir einkafyrirtæki eða eitthvað þrotabú milljarðamæringa að af hverju er embætti lögregluvalds að heimila það og ef hann vissi það ekki þá vissi hann bara ekkert hvað var í gangi á skrifstofunum. Hann er þannig með sína... En þið grunar að hann hafi vitað? 100% sko. Ég veit það líka bara eftir að ég var handtekinn sko að þú veist, ég ræddi aldrei við hennar mann en það var haft samband við hann þegar ég var handtekinn fyrir lekamálin til að sjá hvort að það er eitthvað úr þeim málum og hann gaf hérna fullvissur að svo er ekki sko. Þannig að Og myndirðu segja að þessi lýsing sko í raun og veru að þessi tveir lögreglumenn hafi verið kærðir á sínum tíma meðal það sem þú veist, myndi það passa við það að það hafi verið svona leið sérstaks saksóknara til þess að fría sig þegar að lögmenn, sakborninga voru farin að fetta fingur út í þetta og segja, herðu, þetta gengur ekki út með starfsmenn hjá sérstakum saksóknara að vinna verið slitastjórnir á sama tíma, að þá hafi Ólafur ákveðið til að fjarlægja embættið frá þessum brotum að þá hafa bara skella skuldinu á þessa tvo menn. Já, ég tel það bara mjög líklega atburðarás sko. Ég vissi ekkert af til dæmis að þeir væri að vinna í þessum einkamálum fyrir bara ég sé að þeir eru reknir í fjölmiðlum sko. Það að Ólafur skildi fara fram sem sérstakur saksóknari og backdata þennan samning við þeirra þú veist það er náttúrulega bara vitleysa út af fyrir sig sko. Af hverju
ef það er rétt að samningunum var deytaðar aftur í tíman, af hverju sérstakur saksóknari að taka þátt í því í fyrsta lagi, sko. Þannig erum við að tala um embættið sem á að rannsaka hér mörg alvarlegustu mál sem hafa komið upp á okkar lífstíma og hann er farin að gera það sem að fólki sem hann er að rannsaka var að gera. Það bara vitleysa. Ég held ég geti gert það, ég tekið vel og að vísu þá var ég svolítið að blanda saman embættum, sko.